Góðan daginn og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og við erum hérna 3 þáttastjórnendur Öryrkjaráðsins, ég og Bára Halldórsdóttir og Júlíus Blómkvist fyrir norðan. Velkomin. Já, takk. Takk. Og velkomin að skjánum, áhorfendur kærir. Við ætlum aðeins að vera bara að rappa svona fréttir og hvað er búið að vera í gangi. Taka stöðuna. Við erum núna, það búið að vera alveg brjála veður allt land hérna undanfarna daga og rosalega bara snjóþungt fyrir norðan, er það ekki, Júlíus? Jú. Þannig að það er bara... Mikið rétt. Ef litið út gluggann hjá þér og þá bara... Það er búið að moka flesta götur og þetta lítur bara mjög betur út en í gær. Já. Eða svona, gærdagurinn var einn af verstur, margir að festa sig og... Já. En það er alveg svolítið huggulegt að sjá svona hvað margir eru til í hjálpa öðrum og Íta og eitthvað svona. Já og Við erum svo vön þessu að vera einmitt bara að íta þessum upp úr þessum hól, sko. Já, það verður svona... Það verður svona... Það myndar svona stemning í kringum þetta. Já, það verður svona einhver stemning, einhver svona hjálpsemis. Það þarf að vera eitthvað skrítinn Íslendingur ef maður kannast ekki við allavega einu sinni að hafa þurft að hoppa út í bíl með einhverjum. Nákvæmlega. Já. En hvernig, ég fór að hugsa, sko, hugsa þetta, sko, að því nú þegar ef að fólk þarf að nota hjálpartæki, þú veist, ég veit að þegar ég er með, sko, það er til, þú veist, ég er með staf stundum og ég á svona mannbrot á stafinn ef það er hálka eða eitthvað. Og sem að ég nota gjarnan, sko, og einmitt nota stafinn og kannski frekar líka ef það er, færðin er svona. En ef ég til dæmis væri að nota hjólastóla, þá myndi ég vera í náttúrulega bara bölvuðum vandræðum í svona snjóþunga. Já. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér einmitt hvernig, hvort þetta sé ekki vesen fyrir fólk sem að það er hjálpartæki, alveg ekstra mikið vesen. Já. Og svo fór ég að pæli því líka hvort að hvernig til dæmis hvaða áhrif hefur snjóþungi á til dæmis eins og fólk sem er að glíma við geðræn veikindi, verður fólk eitthvað svona meira dán, að hlutinni verður erfiðar eða léttir yfir fólki jafnvel þegar snjórinn kemur og því það birtir. Hvernig finnst þér þetta að vera, Júlíus? Það er bara frekar mismunandi. Þetta hefur verið svolítið rætt, áhrif veðurfars á sem sagt fólk með geðraskanir og það er bara rosalega misjafnt. Sumir þola ekki sumarið, sumir þola ekki veturinn, sumir alveg blómstra á sumurinn og sumir blómstra á veturna, þannig að það er svona misjafnt hvað fólk leggur í, hvernig fólk vil horfa á eins og veturinn. Það er meira svona huggulega stundir, til dæmis að kúra inni, maður hlustar á storm úti, að vera, þú veist, öruggur í skjóli. Meðan snjórinn er hvítur og það er birta og þá er það ágætt hjá mér, en leið og það komið svona þessi slitta og myrkur og svona eitthvað grátt og ógeðslegt eitthvað, þá er það ekkert svo næs fyrir mig andlega, en þá líka svolítið mikið fast heima, þannig að stundum hefur þetta bara engin áhrif á mig af því að ég kemst hvort er ekkert út þess að gera nýtt. Einmitt. Já, einmitt. Mér að minnist þetta, sko, hérna fyrir 2 árum, ég lá á spítala í júlí, eiginlega allan mánuðinn, og það var rigndi þetta sumar, bara allan júlí, og það voru einmitt allir alveg bara, þú ert ekki að missa af neinu. Það er og það var svona pínulítið huggun harmi gegn, sko. Já, ég skilði þig. Ekkert svona alveg, ég hef alveg verið til að vera út í rigningunni, sko. En það var pínulítið huggun harmi gegn. Svo þau segja skandinavernin, það er ekki til neitt sem heitir vond veður, heldur bara fólk sem kann ekki klæða sig. Já, það er dálítið þannig, en svo er samt, sko, eins og fólk sem er að glíma við gigt og vefjagigtina og allt þetta, þá skiptir veðrið alveg gríðarlega miklu máli. Já, því það bara getur startað í þótt að maður sé að vera bara inn í hlýjunni, sko, það er bara
alls konar í loftvoginu og dótarið sem getur haft áhrif. Já, það eins og bara loftþrýstingurinn hafi rosalega áhrif. Ég finn fyrir loftþrýstingnum eða fann fyrir honum mjög mikið þegar ég var sko veikari af vefjagigt. Já. Þá fann ég alveg svakalega mikið fyrir bara svona rigningaveður og okkur drungi og ég var bara að drepast úr gigtaverkjum. Þannig að ég þekki marga sem eru þannig sko. Já. Þannig að það hefur aldrei einhvern veginn held ég verið sannað að það sé raunin sko. Já, það þarf bara að setja 6 gigtarsjúklinga saman í herbergi og fylgjast með þeim í gegnum loftofið og þá það komið á hreint sko. Já. Ég sverða, ég sitt hérna heima hjá mér og bara, það er ömurlegur dagur, við erum að vefja gigtarhópin og það bara, það er ömurlegur dagur. Já, það er bara allir. Já. Það er skrítið. Já, enda sko, ég held að svo sem, það hlýtur að vera búið að sýna fram á það að loftþrýstingur hafi áhrif, er það ekki? Jú. Já, það er búið að sýna það. Já, einmitt. Mér þætti annað eiginlega bara stór undarlegt sko. Já, ýmislegt sem að er skrítið í þessum heimi svo sem. Einmitt. Heyrðu, hvað finnst ykkur svona athyglisverðast úr fréttunum undanfarið? 17 hús á Seyðisfirði ónýt, þetta var í fréttunum í dag. Mótmæli út allt út af sóttvarnabanni. Hvað verið að mótmæla sóttvarnabanni hér á Íslandi? Nei, en í Danmörku og Hollandi alveg rosalega mótmæli. Í Danmörku bara mótmæla því? Brenndu þeir mynd af forsætisráðherranum eða dúkkuefinni sem maður alveg bara Jesus, ok. Það svona einhvern veginn óbúslega aukakennt. Er ekki bara samkvæmt höfðatölu aðeins fleira fólk til að vera fíbl? Það eru nokkur svona fíblir á Íslandi. Já, maður veist svolítið skrítið sko. Samkvæmt höfðatölu aðeins fleiri svona fíbli á þeim þannig að við tökum meira eftir því. Ég er svona veltið fyrir... lekin í háskólanum. Og lekin í háskólanum, það nú annað. Það finnst mér líka tengjast þarna, eða það tengjast kannski ekkert veðra og svona, þetta náttúrulega bara eitthvað hjá Orkuveitinu, eða Veitum, eitthvað klúður. Já. Sáuðu myndir af þessu? Þetta var alveg svakalegt. Já. Sáum við svona flóðmyndir það var bara foss niður einhver stiga þarna og eitthvað. Já, einmitt. Stúdentakellarinn var eins og sundlaug. Já, einmitt. Það er ekki alltaf skemmt í gott sundlaugapartí. Það verið hægt að halda gott sundlaugapartí. Suppulegt gangsléttra vatn. Skítköld ykkur í vatni sem Já, einmitt. Já, því að þetta kom bara, þetta var ekkert eitthvað að leka og krana inn í byggingunni, þetta kom að utan í rauninni. Bara fossaði einhvern veginn inn í bygginguna. Já. Alveg stórmerkilegt, en allavega, já, það er svolítið svona hörmunga fréttir búnar að vera. Veðrið náttúrulega fyrst og fremst búið að vera, sko, og bleytan að valda því að það eru skriður og snjóföll, hvað heitir það? Snjóskriður. Nei, já, snjóflóð, já, snjóflóð. Allt í einu myndi ég ekki orðið. Nei. Aurskriður og snjóflóð og þetta er náttúrulega bara má skrifa beint á loftslagsbreytingar. Já, nei, það er bara blekkjum kannski mín. Ekki láta blekkja þig. Þetta er allt saman bara lygi. Lygi. Já. Það er kannski eitthvað áhugaverðasta allan að mínum að þetta er aðna með það er á Vísi, hættuleg einkaherbergi, sjálfsmorðsáskonir og einelti. Já, í tölvuleikjabransanum. Nei, það er verið að fjalla meira eins og TikTok og þú veist, þessa nýju miðla. Okay. Sem að hafa verið það er eins og það er verið að nota til dæmis TikTok aðganga til þess að leggja fólki í einelti eða sérst krakkar til að leggja hvort hann í einelti með því að búa til nafnlaus aðganga eða einkaherbyggi Það er ekkert langt síðan að maður fór að sjá þennan fítus einkaherbyggi eins og bara inn á Facebook og annað. Já.
En það er líka, þetta er bara svo, getur verið svo dulið en maður hugsar ekkert út í það. Til dæmis ef að krakkar fá til dæmis síma sem er ekki með einhverjum svona foreldrastillingum inn á, að þá getur það bara farið inn á hvað sem er. Já. Og það getur verið svolítið vafasamt. Að maður veit aldrei við hverja þetta er að tala. Krakkar er að spjalla við. Nei, og bara yfir höfuð, sko, er það náttúrulega bara þannig að maður veit aldrei hvað það er sem fólk er að, þetta er sama váin alltaf aftur, sko. Já. Það er að vera á hreinu. Ég til dæmis þegar strákurinn minn var á þessum aldri, þá gerði ég það bara þannig að við vorum með samningum að ég mátti hoppa aðeins inn í símann hans reglulega og bara hvað heitir þetta forrit og hvernig virkar það? Og bara við byrjaðum að tala við það sé bara mjög heilbrigð aðferð. Jú, komu nokkuð tímar þar sem maður var svolítið svona en ég sagði bara við en ég bara vil geta aðeins séð hvað þú ert að gera. Og ég er ekkert að lesa í dítel í einhvern samskiptum en ef ég sé einhvern sem ég finnst líta skuggalega út þá bara segja má ég skoða þennan aðeins nánar og eitthvað. Af því að það hafa alveg komið tilfelli. Ég bara leik í feril í þessu. Hvað segir Júlíus? Það hafa alveg komið tilfelli eins og Facebook og Instagram og TikTok til dæmis, þar sem fólk hefur verið að fremja sjálfsvíg bara á public forum og það er alltaf, það getur verið áfall fyrir marga, bara alla að sjá hvað svo leiðist. En, en bara læra einhvers konar svona hæfni. Það þarf, svo er náttúrulega líka bara einmitt með foreldrar og fólki í kringum unga fólki þarf náttúrulega bara alltaf líka bara að tala við þau, sko, bara við hvernig ert að tala og hvað er í gangi og þú veist. Nákvæmlega. Ég líka skilið tíma, sko, að því ég kann ekki á þetta allt saman og það er alltaf að koma eitthvað nýtt og að því ég er eldri og ég hef örlítið meiri reynslu af þessu, það verður bara að leyfa mér örlítið og ég var náttúrulega bara heppin að leyfði mömmu sinni í það, sko. Það er ekki gefið að krakkar nenni í því neitt. Akkurat. Já, ég einmitt, ég hef svona farið þá leið með dóttur mín að einmitt bara alltaf að spyrja hana, sko, þú veist, við hvernig eru þau að tala og ég, sko, það er sem betur fer verið svona mestmegnis svona einhver hópur af krökkum inn á einhverju ákveðnu, sko, krakka forriti í upphafi, svo hafa þau kannski fært sig, en þetta eru krakkar héðan og þaðan kannski úr heiminum. Maður hafa sko haldið hópin í mörg ár. Já, þessi nöðlar eru frábærir að öðru liti. Það er bara svona hvernig fólk bara hendir tækjum í börnin sín og bara býst við að þetta virki bara einhvern veginn. Já. Sem er svo sem alveg eðlilegt af því maður hefur ekkert endilega tíma til þess að það er hægt að sko því að krakkar geta náttúrulega falið forrit, það er sko sem manneskja sem er náttúrulega ágætlega tæknivís sjálf, þá veit ég að það er alltaf einhver möguleiki á því einhverju hlutir sem að ég er ekkert að sjá, sko, en en bara verður maður ekki að gera sitt besta í að reyna að vera inn í lífi barna sinna og vona allt gangi sem best, sko. Jú, algjörlega. Algjörlega. Það er alltaf líka sjónarmið sem koma inn á friðhelgi barnsins sem einstaklings líka. Einmitt. Þetta er mikið verið rætt til dæmis í tengslu við þegar fólk er að deila myndum af börnunum sínum og þú veist börnum sem get ekki veitt leyfi fyrir Já, einmitt. Og en það er til dæmis alltaf að stungi mig svolítið en alltaf það bara fer eftir fólki hvað það ákveður. Já, þetta er alveg nýkomin þessi að krakkar hafi rétt á einkalífi. Ég held að sko það er ekkert langt síðan að það fór allar skúffur og ég veit ekki hvað hjá mér, sko. Já, það var samt, sko, ég held að, það er náttúrulega Facebook og þetta það er ekkert búið til það lengi, maður áttar sig ekki á því, sko. En þannig að þú veist, maður var náttúrulega ekki að deila, þú veist, ég til dæmis að börn, sko, með 14 ára millibili, sko. Þannig að þú veist, maður var kannski ekki mikið að deila einhverju myndum af sko eldra barninu litlu,
svo fór maður að gera það, nei, yngra barninu, nei, jú, byrju, það ég að hugsa, eldra barninu, litlu. Svo þegar yngra barninu er lítið, þá komið Facebook og þá maður að deila rosa mikið. Já, akkurat. Myndum og... Það Facebook að verða sjálfráða núna á næsta ári. Já, Facebook að verða sjálfráða á næsta ári, ógeðslega fyndið. Já, fyrst á marka 2004. Já, einmitt. Sem bara svona háskólanett í rauninni. Já, ég held líka sko... En þau hafa, börnin mín hafa beðið mig að birta ekki, eða þú veist, birta ekki myndir af sér nema bara við beðum leyfi og ég ger það, virði það. Einmitt, leyfi og líka sko svo mjög auðvelt að eins og til dæmis við erum með bara hjá okkur til dæmis sumarmyndir viljum við náttúrulega deila innan fjölskyldunar og það er svo þægilegt í gegnum svona og þá maður með hóp sem bara fyrir fjölskylduna. Já, það sama hér, við erum með bara grúpp fjölskyldan, einmitt. Akkurat. Það svolítið fyndið að segja en ég lenti í þessu með á giftingadæmin. Það var öldri móðir mín með myndaði kameruna og ég af því ég vissi hvað hann tæki yfirleitt vondar myndir að þá segja bara nei, þú bara hafa þessa myndir fyrir þig, ekki vera að birta þær á miðlum. Og það bara já, ok. Og svo næsta klukkutíma sé ég á Facebook einhverju svona rosalega mennafærslu og þú veist öll já, bara léleg léleg mynd og eitthvað lélega myndir og þú veist bestu hliðarteknar og já. Mér finnst þetta alveg ótrúlega gaman að mamma hún komin á Snapchat með mér og barnabarninu og svona og til að byrja með þá var sko svona hálf maður var ekki alveg viss hvað maður átt að hugsa með emoji-nótkunnina hjá henni. Af því að það voru mjög spes hluti sem voru að koma svona samsetningar og ég var alltaf bara horfandi á þetta og stundum hringdi ég, allt í lagi af því að hljómar eitthvað svo spes en svo þetta nú alveg alltaf lagi núna sko en það bara gaman að því þegar fólk að komast inn í sömu pælingu og vera eitthvað svona tengjast og gera góða hluti sko. Akkurat. Einmitt. Það er gaman að þessu. Já. En að því við vorum að tala fjölmiðla. Já. Langaði mig til að ræða orðið rosalega flotta grein eftir minn yndislega heimilislækni, hana Maríu Ólafíu og það sem hún að tala það sko að alvarleg áhrifall í barnæsku geta haft langvarandi áhrif á ýmsu líffærakerfi og stytt lífslíkur fólks sem alltaf 10-15 ár. Rannsóknir sem þetta bara verða miklu nákvæmari rannsóknir núna heldur voru og þú veist það var náttúrulega alltaf verið búið að sýna fram á það að það náttúrulega verða mataræði og líklega þú reykir og allt þetta dæmi og svoleiðis og það náttúrulega bein áhrif. En svo þeir að sjá það sko að það verða bara breytingar á þroska heilans við þessi áföll sem að geti bæði haft áhrif á boðkerfið yfir höfuð og líka á ónæmiskerfið og svo líka á þegar ef það einhver tilhneiging til dæmis til gigtar eða eitthvað í ættinni hjá þér að það sé líklegra til að það rísi upp hjá þér heldur en öðrum í kringum sig sko. Já. Og eins og hún sagði sko þetta var læknar hafa lengi, hún finnst það svo flott orðað læknar hafa lengi haft þetta tilfinningunni að umhverfi og áföll hafi beina áhrif á líkamlega heilsu fólks. Það voru þessi sjúklingar með þykku sjúkraskrárnar, segir Margrét. Nú rennir vísindin stoðum undir þetta hugboð læknanna. En ég kannast alveg verandi langveik en með þykku sjúkraskrárnar. Alltaf mæta, það alltaf eitthvað að, veit ekki af hverju. En já, allavega, minnst þetta mjög áhugaverð grein sem hún var með þetta er á RÚV. Mér finnst þetta náttúrulega svo lógist sko því þegar ónæmis eða þegar maður er undir streitu, álagi, einhverjir erfiðleikar og vanlíðan þá finnur fólk það yfirleitt mjög fljótt að það byrjar eitthvað svona húðin byrjar að, fólk fyrir að fá bólu. Já, þekkja það allir stressbólu. Já, þannig að það fer alltaf eitthvað að láta undan í ónæmiskerfinu.
fólk finnur það einhvern veginn rosalega vel held ég á einskinni. Svo var nefnilega að segja líka þetta er rauninni svo lógist að þú sért veikari fyrir því til dæmis. Og nú eru til dæmis margir alvarlegir sjúkdómar, ég sá það í COVID-19 núna, að það eru margir sjúkdómar sem triggerast og fara í gang við einhverja vírussýkingar. En svo fólk kannski með líka berskjaldara fyrir því að fá vírusin eða að líkaminn geti ekki bara gegn honum ef að ónæmiskerfið ekki upp á 10. Sem að það kannski síður ef að þú ert búin að gangi gegnum erfiða hluti og mér finnst þetta meika alveg algjöran sann, sko. Og það sem er kannski líka svolítið magna við þetta, það sem hún er að segja, sko, þetta þýðir ekkert að viðkomandi séu bara þar með dæmdir út í samfélaginu. Það þýðir að við vitum núna að við þurfum að kíkja eftir þessu og það þá hægt að grípa inn í miklu hraðar og hjálpa fólki að styrkja sig. Já, sérstaklega náttúrulega bara með börn, sko, bara það þarf að grípa inn í bara mjög hratt ef að börn verða fyrir vanrækslu, áföllum, einhverju. Þannig að börn og unglingar. Já, það eru mitt sterkustu áhrifin oft úr eins og hún segir, úr barnæsku. Áföllin þar geta oft verið sterkari og lengur. Já, það eru nokkur ár síðan það var, held ég, mastersnemi í félagsáðgjöf eitthvað svolítið sem gerði einhverja sambærilega rannsókn. Eða þú veist, hún var náttúrulega ekki kannski að rannsaka heilsuna beint sem slíka, en hún var svona að rannsaka bara fólk sem hafði orðið fyrir áföllum í æsku, það var bara svo miklu líklegri líka til þess að þróa með sér alkohólisma og einhvern veginn ná ekki flugi bara í lífinu. Já. Þannig að óháð sko því að verða kannski líkamlega veikt beint sko. Þannig að þetta er svona, já, en það er mjög gott að fá svona alltaf fleiri og fleiri staðfestingar. Já, því að það þarf alltaf að koma úr vísindaheiminum þótt að sé augljóst, sko, þá er það bara eitthvað sem maður verðist alltaf þurfa að fá, það vill ekki trúa því þótt að sé augljóst fyrir að það er komin einhver, það er alltaf viss hlutur á bak við það að auðvitað vill maður ekki bara að fara út í loftum með hvað sem en sumir hlutir eru bara samt sem áður svo augljósir að þótt að við vitum ekki alveg nákvæmlega af hverju, að þá er alveg augljóst að það er eitthvað þarna bak við. Einmitt. En þetta minnir mig á annað sem var í deglunni fyrir áramótin. Það var Geðhjálp einmitt að kalla eftir því og skora á Alþingi að þeir voru að kalla eftir sálfræðiþjónustu. Og að því það er náttúrulega svo átti hún að verða gjaldfrjáls eða eitthvað svoleiðis, hvernig var þetta áramótin eða eitthvað svoleiðis. Svo hefur maður nú ekkert heyrt og ég man nú ekki til þess að hafa séð, að því nú skoðaði ég svolítið fjárlagafrumvarpið á sinn tíma. Sást ekki neitt sem að... Maður sá ekki beint eitthvað fjármagn, það var eins og ekkert fjármagn að fara í þetta. Þannig að ég veit ekki stöðuna á þessu núna en maður hefur ekkert heyrt þetta. Það við eitthvað heyrt þetta? Nei. Ég hef bara ekki heyrt. Júlíus, þú ert dóttir úr mynd. Augnablik. Adna. Adna kom hann inn. Já, þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að fara að tekka á í rauninni, hvernig og hvort að Þetta er eitthvað sem maður hefur séð áður og víst bara við að það fer bara allt eftir vilja þingsins. Auðvitað, það gerir það. Hvað fastir í dátaminu? Og maður vonar. Já, akkurat. Ég allavega, sko, þetta er náttúrulega svo leiðilegt, sko, því nú erum við búin að horfa á hlut eftir hlut, staðfestingu, mannréttindasáttmála fyrir fatlaða, NPA-dótið og svo framvegis sem hlutir sem eru settir inn sem algjörlega, bara þetta er það sem við erum að fara að gera á morgun og svo ekkert sem kemur út úr því, það er rosalega svona pirrandi eitthvað. Já, það var líka tekið að dagskrá þingsins, mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, það átti, hvernig er þetta? Þetta er svona nokkur stig, sko,
þar sem hann fyrst samþykktur, svo þetta staðfestan og svo núna á eftir að lögfestan, já, eitthvað svo leys. Og það var það sem þeir sögðust við að fara að gera. Já, og svo tókuðu það dagskrá. Svo það bara ekki gert. Nei, þetta var tekið dagskrá fyrir jólin allavega. Þetta hafi verið gert. Já, einmitt. Yes. Þannig að þetta svona, já, einmitt. Það fer svona alveg nett í mínar fínustu að vera með það, þú veist, vita það. Þetta alltaf einhvern veginn afgangsstærð. Einhvern veginn trúir því að þetta hafi verið gert og einmitt, sko, svo segir maður, nei, það var ekkert úr þessu. Það meina, jú, það var svona þess að fættir um það. Já, það er alveg búið að gera þetta. Já, einmitt. Já, akkurat. Einmitt. En það stranda aðrir hlutir á þessu líka eins og NPA-þjónustan, þar sem allt einhvern veginn rosalega strand af því að þetta heldur ekki, þú veist, það ekki búið að ríkisstjórnin og sveitarfélögin eru búin að segjast allar vinna eftir þessu en þau eru ekki búin að staðfesta það. Já, og við höfum náttúrulega og lögfest þetta. Með þetta var lögfest, þá höfum við í höndunum nefnilega bara, ok, nú ætlum ég að fara í mál við. Það er nefnilega málið, já. Og það er það sem einmitt svona er kannski það erfiðasta við þetta, sko, og kannski ég mér gáðilegt hjá þeim þess vegna. Þetta er ekki lög, sko, þannig sé fyrir þá, en þetta er náttúrulega bara rosalega vondur hlutur og horfa fólk einhvern veginn vera að díla við þetta með, sko, ég þarf á NPA-þjónustu að halda, mjög margir sem ég þekki þurfa á hana að halda, en það eru svo margir sem þurfa á hana að halda og það er alltaf verið að ýta þessu aftar og aftar. Og ég til dæmis veit að ég er fyrir aftan fólk sem þarf mjög mikið á hana að halda og það er svo erfitt að vera bara aftast á einhverju kú og vita að maður gæti gert svo mikið meira. Þú ert svo félagslega hæf bara mín, var það ekki það sem þú fara alltaf að heyra? Af því að þú getur talað þá þú liggir upp í rúmi. Þú þurft að taka í burtu smá af félagslega stuðningnum, sko. Svo er það alveg spurningar atriði, sko, hvernig ég átti þá að komast í alla þessa félagslegu hluti sem að ég, þú veist, það er það sem að aðstæðan átt að snúast að ég kæmist nú meira í, þú veist, félagslega aðstoð einhvers staðar. Eða þú veist, mæta og hitta fólk og eitthvað, skilur við. Já, akkurat. Herðu, en ég held að við séum bara, brunnin út af hálftímanum okkar. Jæja. Sýnist það. Það er alltaf nú að spjalla, sko. Það var ekki lengi gert. Nei, annars glemdi ég að líta á klukkuna eitthvað nákvæmlega þegar við byrjuðum, þannig að ég held að það ringir það bara í okkur, við komum bara aftur. Já, það ringir bara í ykkur og við tökum 5 mínútur við botnaðinni. En allavega, já, ég held að öryrkjaráðið, við getum bara samviskusamlega skorað á bara ríkisstjórnina að taka upp málefni aftur samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, er það ekki? Algjörlega. Og við skorum á ríkisstjórnunum að láta verða eitthvað úr þessum sálfræðimálum líka. Ég held að það væri eitt stærsta og flottasta mál sem hægt var að gera, verði ég að segja. Já, einmitt. Jeps. Já, eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Ég veit ekki. Gleðileg jól? Nei, þetta var það ekki fyrir. Þú getur sagt það við Júlíus, það eru svona jólin 2 núna, eða ekki? Það eru svo kósí og jólasnjólegt. Koma í seinna falli. Ég vil skila einstakri kveðju til starfsmanna bráðasviðs Landspítalans fyrir að hafa fengið mig til sín 4 sinnum á síðustu 2 vikum og líklega hafi nokkurn veginn leyst minn vanda. Takk krakkar fyrir æði. Gott að heyra. Herðu, þá bara þökkum við áhorfið og hlustunina og við bara minnum á Rauðaborðið í kvöld klukkan 8 og aðra þætti samstöðurinnar og við sjáumst í næsta þætti. Allt í góðu. Og ég sé ykkur síðar. Já. Takk. Takk, bye.